Dr. Fútból heilsar á 9 ári, gleðilegt nýtt ár Gunnar Birgisson. Takk. Og gleðilegt nýtt ár Keli. Takk. Og var sprengt nú, drengir. Já, nú smikið, meira svona minnisprengjunum með litla gutan, sko. Já. Hann er meira gaman að heim, sko. Stjörnuljós.is sá að sjálfsögðum þetta og verða líka alveg fram á 13. Sprengið, alveg fram á 13. Gunnar Birgisson, sprengdur mikið? Ekki eina. Ekki eina? Nei, það voru veikindi heima fyrir, þannig að þetta var lágstemt í ár. Þetta var lágstemt í ár. Ég hef ábla aldrei sprengt þetta nýja áhugamál mitt, flugeldar. Ég í miðju áramótasköpi, ég nefndi þessu ekki, fór út. Let's bomb. Þannig að fyrir þá sem að heyrðu í kópóinum sprengjur meðan áramótasköpi var í gangi. Guilty. Guilty as charged with the fireworks. En svo ég sagði Dr. Fútból auðvitað með Túborg og Dr. Fútból unni lengi saman Túborg. Voru kannski menn ársins í fyrra og getur keypt Túborg meðal annars í heimkaup. Heimkaup senda þetta beint heim til þín. Já, það snildin við heimkaup. Það testabústir núna. Sko, það er sko men's health fyrir eldri kalla. Svo annar fyrir þá yngri. Ég að fara í prótinu eftir til SOS. Já. Hvað verður þú gamall á þessu ári, Kili minn? 34 ára. 34 ára. 91 model. Hann að eldast kallinn. Gunni, þú 31 á þessu ári? Jú. Já, heldur betur. Ég hugsa ég haldið upp á það. Já, komið tíminn, 31. 31. Hvaða leikmaður hefur verið númer 31? Var ekki X-maðurinn númer 31? Xavier McDaniels. Held það. Þannig að við verðum númer 31. Vá, ég er bara ekki með neitt. Nei, þetta var samt oft svona cool leikmenn samt númer 31. Þetta aðeins dottið út úr hausnum á mér ákvörðat núna. Nú, Dominus og Dr. Fútból, það þarna ketobotn hjá þeim fyrir þá sem eitthvað að pæla í þessu akkurat núna. Ég byrja aldrei að pæla í þessu fyrir 1. febrúar. Ég leyfi hinum alveg að taka allt út í janúar meðan held ég áfram að njóta. Af því að það stærsti dagur ársins, bóndadagurinn í janúar og ég held áfram að njóta. Og Þorrinn líka. Já, Þorrinn hluti af þessu öllu saman. Já. Þetta svolítið okkar tími, þetta svolítið vikingar vakna Góðinni, tími. já. Þannig að Dominus sjáum þetta og með ketobotnin góða. Ég segi þetta alltaf frá því að Tjekkland byrja sko, það breytist ekki neitt 2025 og það er 15% afsláttur og segir að Dr. Fútból hafi sendt þig í skoðun. Þau komið sér vel, marga, veit ég. Gleðilegt nýtt greiðar. Takk sem við leiðis, þetta verður stórt greiðar. Heldur þetta verði ekki stórt greiðar? Jú, ég ætla að byrja að stækka sjónvarpið. Já, ég ætla að byrja nefnilega að stækka sjónvarpið. Gleðilegt nýtt greiðar, Kili. Þetta frá Tölvutek. Það útsöðunar og hafnar og allt svoleiðis. Við ætlum að henda ykkur í myndaspurningu fyrir ykkur sem er að horfa á YouTube. Þið njótið hennar væntanlega aðeins betur. Þetta bara fyrir Gunnar Birgisson því að ég og sýndi... Hvar er þetta? Þetta er í Vonum. Þetta er í Vonum, segir Gunnar Birgisson sem telur sig þekkja landsmenn að það er ránt. Nei. Það er ránt. Þetta er ekki, nei, stúkan hefur ekki verið komin, þetta er það gömul. Þetta er bara á króknum, sko. Nei. Nei. Ég held að það er blokkinn sem Auðun Blöndal bjó í. Ég var að segja það þegja ekki. Já, þetta er á Suðurnesjunum. Það er alveg klárt. Það ekki? Af hverju haldi ég að vera að segja kela þegja? Því þetta er í Njarðvík. Þetta er í Njarðvík. Já. Þetta er í Njarðvík. Guð minn almáttugur. En byrju, ég skil samt ekki alveg, Hvað skilur ekki? Stúkan. Já. Er þetta svona í dag, eða? Þetta er... Ég hún ekki hinum einn. Já, hún er hinum einn. Ég fatt þetta núna, sko. Ég þekki alveg byggingarna þannig. Er það ekki? Það er ég eini sem þekki það. Nei. Jæja. Það er ágætt. Það er ágætt að ég sé ekki sá eini sem þekki það. Ég vissi alveg að þetta var á Suðurnesjunum, sko. Flott Dr. Fútból á þriðja degi á 9 ári. Við höldum áfram að powerranka ein af jólagjöfum ársins í ár. Voru gjafabréfin hjá Dynout. Já. Og mögnuð jólagjöf þar á ferðinni út að borða og njóta þess í leiðinni. Við skulum powerranka 5 stærstu viðburðina 2025 og hver er betri í það en Gunnar Birgisson? Hver er 50 flottasti viðburðin sem verður 2025? Þetta er HM ára á skíðunum og það er HM í skíðum. Alpagreinar 4. febrúar, skíðagangan 27. febrúar og skíðaskotuminn 12. febrúar. Nefndu mér einn brunara í dag. Ég er ekki sterkur í alpagreinum. Þú ert í norrænu? Ég er pjúristi, ég er í norrænu greinum.
Ég læti aðra Alpagrein. Það eitthvað svíi núna í Jakob Helgi kemur til með að lýsa þeim hjá okkur á RÚV. Við sýnum þetta alltaf RÚV. Það var allt sýnt á RÚV. Já, hlakka mikið til. Hver einasta grein. Hlakka mikið Hvað sagðirðu? Kemur einhver, hvað sagðirðu? Eitthvað frá Svíþjóð eins og Gunther Svan? Gunther Svan, já, það eru, Edvin Anger var til dæmis að ná góðum úrslitum bara núna helgina. Geðveikt. Þannig að, nei, núna í vikunni segi, í Tour de Ski, það er í gangi núna. Já, spennandi heldur betur. Fjórða? Það er nýtt koncept, það er bikarmars. Þar sem að verður keppt í þremur af stærstu boltagreinunum í bikarúrslitum. Allt í mars, helgi eftir helgi. Það er blag, körfubolti og handbolti. Já, 3., 4. og 5. stærsta boltaíþróttin. Já, ef þú telur golf með sem boltaíþróttin. Ég spilum með boltar, ég veit að þetta er kúla fyrir þér, en það er bolti fyrir mér að því ég segi alltaf kúla. Er ekki handboltin í hvað? Ólafsal? Nei, ekki Ólafsal, heldur í Haugum. Jú, út á Ásvöllum. Og Karvan í Smáranum. Og blakið er náttúrulega alltaf í það eru pjúristar. Já, það eru pjúristar. Það gleymist ekki neitt. Númer 3. Það er Eurobasket, EM í körfu 27. ágúst. Það mun breytast hjá mér og mun eflaust fara mögulega bara í efsta sæti hjá mér. Munum við vinna leik? Um leið og Ísland. Yes. Já. Um leið og Ísland kemst inn á mótið. Þeir eru ekki komnir alveg 100% inn á mótið. 90%. Það er svona 90%. En um leið og þeir taka sigur á móti Ungverjum í febrúar, þá, við vinnum leik, fyrst að það varstu mér á. Númer 2. Það er það sem hefur verið vinsalast hjá íslensku þjóðinni undanfarin ár, það er HM karla í handbolta sem byrjar núna 14. janúar. Ég meina, þú veist, það er bara... Þetta er bara nýtt ár, alltaf saman prógrami í janúar. Já, og fögnum við því ekki bara? Já, þetta er bara fínt. Er ekki bara flott að hafa íþróttir í sjónvarpinu? Jú, en ég vil að einhver kom og segja að við verðum heimsmeistarar. Ég beið eftir fyrsta leiknum móti Portugal 2023 af því að handkastið þarna, þeir trúðar, þeir sögðu að við getum orðið heimsmeistarar. Ég talaði síðan um Boldsen í danska landsliðinu, hann hló í svona 20 myndir og sagði bara af hverju eru það að segja þetta. En ég beið samt í sófanum eftir fyrsta leik þar. Þeir geta alveg orðið heimsmeistarar, það er alveg eins líklegt. En ég meina, þetta veltur alltaf því að við þurfum bara að vinna þá leiki sem við eigum að vinna. Við eigum að vinna alla þjóðir sem er ekki á top 6 í heiminum. Og við mætum þeim ekki fyrir nýjöndanúrslitum, sko. Ok, hvað er það stærsta sem er framöndan á árinu? Já, ég er náttúrulega, ég er mikill aðdáandi. Það er EM kvenna í fótbolta sem að byrja 2. júlí. Ég meina við verðum að segja það. Það er ekkert flóknara en það. Ísland með lið sem á að geta keppt við þessi lið sem við erum með í riðli, á mögulega geta farið upp úr þessum riðli og ég held að það ætti nú bara að vera krafa að fara upp úr þessu riðli. Öflugt lið, góð þjálfari og bara allt einhvern veginn, allar forsöndur fyrir því að þetta verði frábært stórmót í júlímánuði. Ég er með svona 5 viðburðir sem ég hlakkaði meira til á þessu ári heldur en þessi þínir. Já, þínir. Já, þetta eru þínir. Ég er að segja að mínir eru stærri. Ég er með Ryder Cup sem að ég er þér á saman. Nei, ok. Átti ég að taka líka US Open? Nei, Ryder Cup er ekki hverja ári, sko. Nei. Þetta er Ryder Cup. Já, taka Super Bowl. Nei, Ryder Cup, HM félagsliða. Já. Ertu spenntur fyrir því? Ég er mjög spenntur. Úrslakefni í körfu, tillar það ekki? Úrslakefni í körfu. Úrslakefni í körfu. Ég held að þetta verði eitthvað ný geðveiki núna í úrslakefni í körfuboltar. En gaman að segja frá því, allir þessir viðburðir sem ég nefndi, þeir verða þess að í beinni útsendingu hjá okkur RÚV. Já, það hlaut að vera. Því ég var alveg að detta út þetta og leiðilegt. Hvað meinarðu? Þetta skíðadót nenni ég ekki, sko. Með fullri virðingu, eins og ég segi alltaf, fullri virðingu. Já, en þér finnst þetta gaman. Mér finnst allt undleiðilegt. Nei, skíðaskotið Blakið, það í deginæðisinu. Gleymi ekki að við tókum völlarana hérna fyrir 2 mánuðum síðan. Það var iconic síðan. Það var iconic síðan, en steinláum síðan í úrslitum. Já, mættu ofjörlum sínum í káa það. Já. Stálúlur aftur með það? Nei, en they have moved their talents to Þróttur Reykjavík. Þeir tóku bara yfir Þróttur Reykjavík og fengu ennþá betri gæða með sér, sko. Þeir getur farið langt í ár. Er Leifur Harðar ennþá þar? Eða Gunnar Árnason? Nei, en þeir eru áran þeirra svífur. Gunnar Árnason, það er gleðigjafinn í GKG sem tekur alltaf á móti kylfingum áður en farið í hermjana. Þá fara þeir í hlýjan faðm Gunnars Árnason sem tekur vel á móti fólki þar. Áður að hann fer í... Ég hef farið nokkur sem í hermjana, ég veit ekki að ég búið með ómarga bjóra vanlega í mæti. Já, hann er alltaf þarna og tekur vel utan fólk og passar að allir njóti sín í GKG. Það er mikilvægast. Við skulum halda áfram. En þú sagði 5, hver eru hinnir? Ég er náttúrulega með playoffs í körfunni sem að fyrir mér er bara hringir inn þetta allt saman. Champions League final.
Já, en ég meina, Já, þetta er svona þetta vestur skiptir allt máli hvaða lið mætast. á því hvaða lið mætast. En það er svona oftast þau bestu. Það þarf að vera eitthvað svona algjört frávik svo að vera ekki 2 mjög góð lið, sko. Ég náttúrulega hlakkar rosalega til formúluna í ár út af að nú er Lewis Hamilton mættur Ferrari. En er hann á bíl sem getur unnið? Ég er pjúristi. Já, heldur betur. Ferrari, þú voru að gera þá bara eins og Mikael Schumacher. Fara út í bílskur og smíða þinn eigin bíl. Hvort hann hafi ennþá dræfið það veit ég bara ekki. Jú, hann hefur það. Hann hefur það, já. Ef þú segir það, þá er það bara þannig. En hann er orðinn gamall kallinn. Lewis gamli Hamilton. Svo er náttúrulega, við erum búin að horfa á þetta, svolítið skrítið að því úrslitaleikurinn í kvöld, en það er alltaf ekki að viðburður, allir pali. Við förum í það einmitt núna hér eftir smá stund. Við ætlum bara að fara í þetta að Bíkó eru með Dr. Fútból. Ég ætla bara að ráðleggja ykkur eitt, þið sem eru að kaupa ykkur blöndunartæki og svona, farið í Bíkó. Ekki láta einhvern innanhús arkitekt segja ykkur að kaupa eitthvað frá Bretlandi eða Fraklandi eða eitthvað. Því stundu þarf varahluti í þessa hluti og þá þýðir ekki að hringi mig á því maður oft að mæta til vinið sinni og laga eitthvað og skrúa og alls konar og bara heyrðu ég þarf varahluti, þú veist. Þá þarf maður að Svo eitthvað, kefti eitthvað en þetta er svona krómað svart, svo kemur hún á klósetti þetta viku og þetta er viðbjöður, sko. Ég segi bara farið í Bíkó og kaupið þetta þar. Byggingaverðverslun Kópavogs. Talandi Kópavoginn, gæti orðið stór stund helgina. Glódís Perla, gæti orðið fyrsti Kópavogsbúinn síðan Eiður Smári. Gæti orðið, hætti hún verður það. Gæti orðið fyrsti Kópavogsbúinn síðan Eiður Smári til að vera íþróttamar ársins. Smári? Okkur heiði Smári. Hann var í Snælandinu. Snælandinu? Já. Var hann ekki Breiðholti með sveppa? Nei. Fyrst eða? Jú, fyrst en síðan... Hvernig er þetta á þér? Er Gunnar Birgis býr í 14 ár á Söðgrók? Hann bjór ekki í 14 ár. Hlusta á hann, kláraðu. Þá er hann ekki sko söðkræklingur. En þegar Eiður Smári býr hérna í ykkur 2 ár, þá er hann Kópavog, sko. Þetta er mjög skrítið. Ég tek við rökum. Þá ætla ég að segja, þá er þú rétt fyrir og ég ætla að gefa. Ok, það er nýr maður og 9 ári. Ánægður að heyra. Já, þetta er mjög gaman að heyra. Tek við rökum. Og þessi mosabrósi hér, hann hefur ekkert þetta að segja. En, Gunni, fyrir þig sem er búin að leggja mikið í yngrelokastarfið í Breiðabliki, hversu sárt er það fyrir ykkur sem að starfa þessu að HK sé að fregnast fyrsti íþróttamann ársins? Og hversu, ég talaði við Ágúst Þór Ágústsson, hann mældi þetta í 8 Íslandsmeistaratitlum, 1 íþróttamann ársins. Ertu sammála því? Þannig að þetta væri, hann væri það eins og 8 Íslandsmeistaratitlar. Já, nei. Hversu, takt okkur aðeins í gegnum hversu sárt þetta er? Þetta er ekkert sárt, bara frábært að Glódís sé að vinna þetta. Já, en ég er að tala fyrir að ákveður getur HK búið til svona leikmann en ekki Breiðablik. Íþróttamann ársins. Ég meina það fer þá bara eftir því hvernig þú titlar að búa til leikmann. Ég meina hvar... Það er bara að keyra hún alla leið og bara sjá til þess að bæði líkamlega andlegi þátturinn. Heldur hún hefði farið út ef hún hefði ekki farið í Stjörnuna? Við settum henni í hendunar á Láka því við vissum að Láki væri rétti maðurinn til að sjá hana. Hún fór í þetta Galacticos-lið hjá Einari Páli Tamini. Við fengum bara projektið fyrir framan okkur og við sögum við gáum þessi á. Þetta Galacticos-lið hérna Stjörnunar, við bara, það var ekki tækt annað en að fara þangað. Býtu, ætlar þú að meta heilt yngrelokastarf út frá einhverjum 40 blaðamönnum? Býtu eins. Af því að þú lítur einhverjum 40 blaðamenn er ekki að þeirra greina hvernig unglingastarf Breiðabliks eða HK hefur gengið? Nei. Er þetta ekki einhverjum 40 blaðamenn? Er þetta ekki óumdeilt? Eða eru þeim á móti? Hún er klárlega, þetta er eitt af fáskiptum síðustu ár sem ég bara verið mjög sammála. Hún á að vinna þetta, sko. Veistu hvað, ég er reyndar þannig, ég er pjúristi, sko. Ég vil helst ekki og fótboltamenn vinna þetta. Nei, ég vil helst að sko, við séum bara með okkur eigið og svo geta íþróttunar bara verið í fótboll er ekki íþrótt eins og ég milljón hún var sæmd íslensku fálkaorðinni í fyrradag. Ég var að skoða samt svona hvernig það fór allt saman. Þær hefur þetta unnu deildina heima fyrir en þær vöskuðu meistaradeildinni alveg bara konunglega. Ég har unnu 1 leik í riðlakeppni en eru komnar núna áfram í riðlakeppni. En hún var besti maðurinn í þessu liði og var tilnæmt til Ballon d'Or þannig að hún á þetta algjörlega skýri og náttúrulega verið með íslenska landsliði svolítið bara á herðunum sko. Hún er svona eftir höfðinu dansa leimyndir og hún er algjörlega tóið. Hún er hausinn í liðinu. Já, hún er svolítið það. Ég var til í að sjá hún á bassa. Segðu mér aðeins hver er að fara að vinna hitt, hver er þjálfari ársins? Er það Bjarni Tryggvason? Þórir? Ætli að sé ekki Þórir. Já, hann er Bjarni Tryggvason. Ég heldur sjáu eftir því líka ekki valið hann síðust ár. Það er þetta geimfarinn. En af hverju ertu að lítilsleika Þóri? Nei, hann hefur bara verið á Íslandi. En skiptir það máli? Ég veit það ekki. Skiptir það? Hann talar íslensku. Ég varst alltaf á Bylgjunni. Maður ásins sem er á Bylgjunni var alltaf Bjarni Tryggvason. Ég sendi alltaf inn. Bjarni Tryggvason maður, bara geimfari.
skilur mig Já, Hefur Glódís eitthvað verið á Íslandi? Já, Já, ég meina samt ekki ykkur 10 ára eða þetta er sami íþróttumann ásins alltaf. Nei, þú veist hvert ég á við hann vill ekki eins og búa í Ísland Nei, það er rétti að konan villar þetta Ég er ekki. patriot Já, hann klínir eins og hana. Hérna, já, það er alltaf auðvelt að mennsplaina þetta þannig en já, ég hérna eða Jóhann, hvað heit hann hérna sem var með Mastermind á BBC hvað heit hann, þá getið fundið Mastermind, ef við skrifum Mastermind Iceland BBC Iceland hérna, hann heitir Magnús Magnússon ég valdi þennan líka oft mann ásins Magnús Magnússon fættur í Reykjavík já og þetta eru Ásamt Bjarni á Tryggvasinni Já, en er hann ekki vel að þessu komin? Já, hann er vel að segja frábær þjálfari og hann er að hætta núna með norska hættur. landslið. Var hann í geggjuðum háskólamæður? Hvað? Jesus College. Hvað hann er? Jesus College í Oxford Já. Maður er bara ángað. Maður var nú að gæla við að fara í hann á sínum tíma Ég var að hóta í. Og lið ársins Ætli það verði ekki Ég veit það ekki Víkingur Jú, Víkingur held ég. Nei, þeir eru ekki Það er- Þeir voru ekki á topp 3 er það nokkuð Nei, þeir voru ekki topp þrem, auðvitað, ég er ruglaður. Þá eru Breiðabliks áhrifin orðin fullt mikið þannig inn í Nei, skiptinni er ekki hvað? Ég held bara að sé Valur? Ég held ángriðs bara að sé ekki Handbolti? eitt bliki þannig inni sko. Nei. það- Heyrðu, Breiðabliks áhrifin. Þið eru skoðamyndandi hérna. Jóhann Berg hefur Skammist skoða, ykkar. Jóhann Berg hefur allt og sjaldan verið á topp 10. Það er eiginlega kjaftaði. Já, ég er endar sammála því Þið eru skoðamyndandi. en bara það að koma Skammist ykkar. Já, einmitt Bara það að koma Skammist inn á ykkar. því Við blikarnir erum ekki, sko, við erum ekki að skrifa fréttir. Nei. Við tölum, sko. Já, og þið eru Nei, skoðamyndandi við megum á ekki verið í félaginu. Við erum óskrifandi. Og Valur gæti unnið þetta Íslenska Já, kvennalandsliðið. Evrópmeistararnir Já. Já, Og íslenska kannalandsliði kemur líka til kannan ég sé líka ófimleikana Já, Það er kannski bara ég Já. Er þetta ekki okkar konur í Er það gerflu? ekki Gerplan? Já, er þetta ekki allt úr gerflu? Já. Íslenska landsliði Einhverjar úr stjórnunni kannski. Þetta er yfirleitt allt saman úr Gerplun Þetta er Gerplan mín Áfram Gerpla segi ég Áfram Sony segi ég líka 98 tómurnar er nýja viðmið á Íslandi þökk sé Sony Hvað er verðið á þessu? Þetta er einhver, talaðu við mig Ég skal Já, flott skoðum þetta saman í sammenningu skoðum við málin á morgun, ég er Doksson þar verða þessi tveir sem eru hérna hliðin á mér Já, Kili ert þú líka? og Gunni og Tómas Steindorsson fylgist með leik West Ham og Manchester City þetta er að sjálfsöglan 10:03 á morgun við ætlum líka að bregðast við úrslitunum í pílunni en pílukasti fer fram í kvöld úrslitaleikurinn í Alexandra Palace Ali Palli það er verið að sprengja þetta rétt fyrir utan mínir menn í flugöldunum eru hérna beint fyrir utan að sprengja strákar, hérna Epic Bet eru með þetta þannig að það er 1.40 á Littler og 3 á Michael Van Gerwen hvar sjáu þið þetta? Ég held að litla klára þetta. Bara með að við gýrin á honum, ég finnst að það er rosalega, ég hef bara ekki séð svona gýraður. Mér finnst hann bara aldrei klikka út sko deila. Nei Hann er rosalega í double 10 Já, líka þar. ég er líka þarna í double 10 Já ok, til tops ok, ef ég klikka á allir, ég var aðeins og stuttur svo fer ég í 10 Já átt En við erum að tala um píluna, þessi gæja á stöð 2. já Helgi Pétur, þetta er fyrir fótboltamanni leikni, hann er rosalur. hann fljótur að reikna Hann líka bara veit hvað leiðir er að fara bara orðin að hann, kýri. hann er með það Mjög. ég hlusta á sko að því ég er að horfa á Viaplay Já. þá fer ég alltaf hérna enskuna Er það skælisundar? það er skælistir og hérna Ég sakna svakalega hérna Wayne Mardle sem var hérna í fyrra sem að tók hérna neldi hérna kommentarið á upprunalega Michael gæin er Smith dáin og- líka en Main Mardle er auðvitað ennþá á lífi hann misti konuna sína Hann misti konuna sína þarna rétt fyrir Já ég sakna Ég var að líka- vonast til þess að hann kæmi samt undir lokin ég hefði viljað fá bara óvænt eftir ámót Pál Sævar þetta er svo skemmtilegt Ég held að hann var að mæta. kaffi, sörur Herði, en sko ég held þetta verði samt alveg ströggl fyrir Littler En ef hann vinnur þetta þá er hann nú bara búin að sko, koma sér í umræðuna bara mögulega bara með þeim betri allra tíma sko. Þú veist, afreidsannars á þessu tímabili 9 darterar, þú veist 180s sko, Phil Taylor var oft heimsmeistari Já, en ég held samt ég held að pílan ég veit ekki, 5-6 eða eitthvað ég spurði þú veist hversu oft hann var Nei, ég var að klára punkt og þú greifst frammi fyrir mér okay. En þeir voru svo lélegir sorry til að byrja með. Það er nefnilega málið. Þeir voru hrottalegir. Ég er búin að sjá nokkar leiki á YouTube svona frá því í gamla daga sko. Þeir voru líka Þetta var ekki gott, 4., 5. Ölsen og Já, þetta var ekki gott sko. Þetta var allt annað Þið dæmi getið líka alveg hérna hort á HM 74 og sagt bara þetta var ekki gott sko Nei
En þetta var einhvern Já, veginn, sportið var alltaf plani þarna, Já. viss mér. Já, Fótbolti hefur nú alltaf það verður haldist. það verður allt betra sko. Já, já. Nei, fótbolti hefur ekkert haldist. Nei, Fótbolti ég er að segja, hann allt hefur haldist meira, myndi ég segja, heldur en þetta. Þetta var alveg þvæla fyrir bara 20 árum, sko. Ég held að þetta sé ekki alveg rétt hjá okkur, en þetta nú sérfræðingandi mínir sem. Já, en ég meina, ef að fótboltamennin í 74 voru drekka, sýndi mig það. Já, það var alveg verið að fá sig. Jú, allt breytingum háð, sko. Gömlum, góðu dagana. Þannig að þið haldið, þú segir litlir. Já. Sko, ég held nú samt að það sé valjú í sko plúsnum á Van Görven. Myndi ég halda. Ég held að þetta verði bara, þetta verður einhver djöfusis. Sko, Ég held að Van Görven líði pressulaus. Já, Sko, Mjög við pressulaus. sáum náttúrulega litlerinn, ég ætla ekki að segja brotna, en hann fekk náttúrulega tækifæri fyrra til þess að vinna þennan leik. Á móti Luke Humphries. Ég var í salnum, sko. já, hann bara 16 ára. Já, ok, og hann er þá bara 17 ára núna. Hann er svona búin að vinna Og veist að maður fylgist hvergi verð með heimsmeistarmótinu Nei, heldur en í salnum. Já, ég veit allt um það. Þeir eru með að sjá þarna, þeir eru margir búin að tala um þetta, Bunting talaði um þetta í gær, hvernig hann er fyrir leiki. Nei. Hann situr við bara í símanum Já. og þarna er að horfa annarkvort á Manchester United eða bara skrolla í gegnum eitthvað eða horfa á eitthvað fótboltaleika eitthvað. FIFA, mikið að spila FIFA. Já, tekur alltaf eitthvað vin sinni með sér sem er mjög nett. En hann vissi að hann er mikill Xbox maður. Hann er með Xbox. Aha, hérna. ok. Svo bara kastar hann í 20 og farin út og neklir í þarna. Sá hann tók Búlið. Drogba í gera. Var það Drogba mættur? Tók hann Drogba? Já. Ok. En já, Og þá var einhver fréttamaður sem spurði hann þú varst 4 ára þegar hann vann meistaradeildina, þannig að hvernig veistu þetta? Og þá sagði hann einmitt FIFA. já, ég meina uppáhaldsleikmanns Endrik er Bobby Charlton, sko. Gleymið því ekki. Það er skriptið dæmið, sko. Nei, þú veist, þetta er legend liðana. Sonur minn þekkir alla þessa leikmanna. Já, ég hef þetta talað við yngri strákar sem að tala oft um þess að gæða gegnum FIFA. Höldum áfram, Auður býður nú upp á hæstu fyrirtækjavextina. Engin binding og bara gleði hjá Auði sem er dóttir Kviku. Fyrir þá sem ætla að spara, maður sem þarf nú lítið að spara er Jóhann Berg Guðmundsson, leikmaður Arópa með miljard á ári. Samkvæmt Viðskiptablaðinu, Dóttarfútból að sjálfsögðu áskrifandi þar, þannig að ég get séð alla 40 og þetta er allt fótboltamenn þarna inni. Fótboltinn borgar lang best. Það var andra fannar. Sko, fólkið sem er að hlusta, það sér þetta ekki, þannig að passa þið, Kili, voru að hlusta, hugsa stundum, sko. Nú, sko, hér eru launin hjá leikmönnum. Við erum, sko, Jóhann Berg er með miljard. Næst er sagði með 440 miljónur ári, sem er Orri Steinn. Já. Ég hef nú lengi vel dregið þetta allt saman í efa hjá Viðskiptablaðinu. Sjá þeim þessa launatölur. Hvað er Sverrir? Sverrir, hann er bara á neðra skilti. Já, það er bara kjáftæði. Það er kjaftaðir, ég veit Þegar Sverrir veit ég að var í, sko, ég var í Midtjylland. Og Hörður er ekki þarna, það getur ekki, þú ert ekki hjá Panathinaikos. Sverrir var með rúmlega 3 ára viku í Midtjylland og hann fekk sama samning í Panathinaikos. Já, þeir eru líka sko einhvern veginn allt í hennu konum með launin hjá Fjóra viku. Aroni Pálmarsinni þarna, sem að ég held að, þetta er bara gisk held ég hérna. Sko, ég myndi meira þess að halda að, sko, jú, ætli Aron sé ekki launaðistur at the moment nei, sko, ég held að Ómar og Gísli sé á hörku samningum hjá sínum liðum, sko. Ég myndi nú halda að Aron væri á stærri díl en þeir, en Ég er það skiptir ekki öllum máli, þetta er bara sko, en Viggo Kristjáns er að fara á rosalega díl held ég hjá hérna Erlangen, var kiftur þangað yfir sem að En ef við skoðum toppana, Eitt þarna, ég ætla að leira þetta bull. Hlynur Freyr Karlsson með 5 milljónar á mánuði í Brómapókjana. Það er ekki séns. Það stemmir ekki. Hann er með svona 1-2 max. Stemmir ekki. Jói Berg með miljard. Þannig að það verður nú eitthvað flott ársáttíð hjá eitthvað vinnahópum í ár. Hún verður frábæru næsta ári. Beinti sáti. En já, en þú veist bara, ég held hann sé með aðeins minna, já. Sko, Þetta er ekki svona mikið, en hann er alveg góðan launum. en Albert Guðmundsson er sagði með 350 miljónur ári. Ég held að hann sé með meira en ég myndi halda að maður er alltaf með 4 miljónur evra ári. Já, Það er alltaf mikið að sem koma að bli einhverju undirskrift hjá Fiorentina. Já. kom það ekki eitthvað hjá Fabrizio eða eitthvað? Hérna, hversu reiknaðir inn í allt, þú veist, reiknaðir inn í sign-onið, reiknaðir inn í Nei, aldrei. Nei, einmitt, þannig að þetta eru bara pjúra launagreiðslur. Þetta er áhugavert. Og svo náttúrulega borga deildirnar mismunandi út. Maður er hreitt að deildum það sem er borgað út til dæmis bara einu svona ári og meiri bónusar í sumum deildum. Þú veist hvort að það sé allt reiknað með inn í þetta. Þetta Aron Einarstæmi, hvað er hann búin að Algar Rafa í 2-3 mánuði? Já, en það eru að segja bara Áslund, en hann náttúrulega bara getur bara að spila einn í keppni. Já, nákvæmlega, svo mér finnst þetta frekar spesstæmi með hann, sko. Við skoðum þetta
munum þetta þeir sem eru að hlusta sjá þetta ekki drengir. Nei. Þannig að það er bara þannig, höldum áfram. Það var frólægt að sjá með Kristján Hlinsson hvernig svona hans mál þróast Heldur betur. í Assedal, janúar. Martak. Skoðum fleiri mál hvernig þau þróast. Skrítið. Það er margt skrítið í þessu lífi, Já. Gunnar minn, þú ert eftir átöð Munið þegar Óskar Hrapp tók þetta saman. Mér fannst það heldur skemmtilegt. Þið getur fundið á Twitter. Það er ekki mikið að twittum eftir en þetta var á sín tíma. Tjúveldi gaman að renna við Twitter-reyningina, það er alveg geggjun, sko. Höldum áfram og styttist í bóndadaginn og bóndadagsgjöfin í ár er nýja pungragvélin frá Gordon 8995 Balls Deep kallaði Gunnar Birgisson þetta er með svona ellaga pungragvél. Þið eru þetta aldnir upp við það að þetta er svona normið. Já, eðlilega. Þannig að þegar ég er að koma upp þá er ég allir með loðin pung. En það voru svona örfáir pioneers í þessum bransa sem voru að vinna annarkvort sem stripparar eða eitthvað slíkt. Það voru oft í fótboltaliðum voru svona 2-3 leikmenn að strippa. Það er að segja til að safna fyrir æfingaferðinni. Ég þekki nokkra. Og svo verður þetta bara mainstream. Já. Þú veist, þetta er með svona ellhaus sem ég held að myndi henta þér vel, Gunnar Birgisson. Já, akkurat. Ellhausin, af því ég held bara að hann Já. þetta kofera vel. Kofara vel, já. Bara stríkur yfir þetta og þetta fer. Þetta er til í Echo, Gordon Einmitt. pungragvélin, sem vilja hafa hana græna. Ég vil hana græna. Já, þú vilt hafa hana 8.990. Það er ekkert verð á þessu. Það er ekkert verð á þessu. Það er ekkert verð á þessu og það fylgir alls konar dót með þessu. Alls konar, þetta fattir taska og ég veit ekki hvað og hvað. Heyri, Er þetta sim, sett hann inn, í samskipt inn, sem er að flytja þetta inn, eða? nei. Jú, Já, þetta er sem ekki sem. já. Sim, give me, nei, veit ekki hvernig þú segja þetta. Förum inn, give me keys to the bimma eða hvað svolítið. Allavega, það er nóg að fréttum. Hérna, það er þessi, með hann hérna, Marcus Rashford. Hann sé á leiðinni mögulega til Napoli og Victor Osimhen til Manchester United í skiptum. Já, mér finnst það frábær dýll fyrir Manchester United. Já, Mér finnst það ekki að vera eitthvað peningar á milli, sko. Er engin peningar á milli, er þetta bara hrein skipti? Mér finnst það En Ósi menn er náttúrulega búin að vera hörmunga, þegar ekki? Nei, hann er bara frábær Já, hann er bara fínn algjörlega bara. meira áttur gala. Fínt. Ég er að fýblast í þér. Þú náttúrulega ekki að fekist með þannig. Með gala? Nei, ég skal alveg viðurkenna það fúslega. Mér gæti ekki verið meira saman tyrknumsku deildina, sko. En ég held að þetta sé flottu dýll fyrir Marcus Rashford fyrst og síðast, af því að við höfum náttúrulega séð áður að leikmenn fari frá United og blómstri í Napoli. Scott McTominay náttúrulega verið stórkostlegur. Það er maður sem horfir ekki á ítalska boltan. Dömur og herrar, Gunnar Birgisson frá Moselsbæ. Hvað finnur þau? Scott McTominay er búin að vera frábær. Já, hann hefur átt ágætisleiki. Já, Obstæðsveg, jú, maður kann alltaf búinn að vera frábær. Já, hefur búin að vera mjög flottur. Ekkert annað. Nú, Trent Alexander-Arnold, hann reynir núna að leita allra leiða til að komast frá Liverpool. Já, svo er eitthvað nýtt samt núna að þeir sé að bjóða hann eitthvað samning og það sé eitthvað möguleiki því en ég veit ekki hvað er til í því, sko. ég held að fara ekki neitt. Það fari ekki neitt. Nei. Hann hlýtur að fara. Ekki að Ef hann hefur þið tækifæri taka dolluna Þá fer hann enn frekar. Nei. Jú, þetta fer hann ef hann hefur möguleika á því. Ég held að þetta Real Madrid. Já. Ég held að þetta verði þessu alltaf ákveð áður en að það gerist. Ég held að þetta verði alltaf ákveð í loki Gunni, ekki vera hræddu við Kela og Kopparana, sko. Hvað myndir þú gera og væri leikmann Liverpool og Real Madrid eða áhugaður? Já, við Var erum ekki nú að mættur á sjá John Lennon flugvöllin bara á erum nú panta að- með play og í burtu? Við erum nú að sjá þetta Real dæmi, þetta er nú svona kannski ekki að fara kannski á staði eins og þeir hefðu óskað sér. Hvenær íta þeir á on-takkan? Já, þú ert nú búin að segja að ennska úrvalsdeildin sé búin núna og það er ekki komin, það er varla komin í janúar. Það við höfum að vera með það enska boltana eftir. Er hægt að íta Nei, og ántakan svo- með svona mörg meðsli samt? Og svo- Sérstaklega í vörðinni. En Ekki núna, þú færð- en núna er nóg að íta ondakan bara í apríl eða eitthvað svoleiðis, eða Þeir maí. bara Real Madrid verðist vera eina liða sem getur gert þetta. En núna eru bara- Hefur ekkert fyrst með meistaradeildinni? Jú, Ég er að kynna það fyrir henni. Nei, ég Hún er ekki á RÚV, sko. Nei, ég hef Hún er alveg ekki á fylgst RÚV. Já, ég hef alveg fylgst Þið eru með með meistaradeildinni. meistaradeildinni í En þú hestum. getur ekki sagt að Þið eitthvað eru Nei, þú getur ekki sagt meistaradeildinni í hestum. Þú getur Af ekki hverju sagt var það Þeir eru ekki upp á topp fimm? hesturinn all time Af hverju var Þeir það eru upp á ekki? hesturinn all time Ekki sé árið frá þú, það er svo rosa Nei, Sörli. Það segi ég Hvað? Nei, Sörli. Herru, Hjörvar. Já. Hjörvar, hesturinn Hjörvar. Má sjó, Hjörvar hestur, má sjó. Strákar, hinn hliðin, nei, býtu. Og það er Jú, verið jú, jú. Þetta er á Herri, jú, jú, Þetta er á jú, siglo.is á Siglufirði. Já, þetta er á siglo.is Þarna er hann, sjáu það. Þetta er ekki keppnishestur sko. Sjáu, jú, það var keppt á þessum. Þetta er hann. Nei, Já, jú, þarna er hann Hjörvar.
Kemur og vart á Hjörvar sig einn tím. Sjá, hann hann. Eftir hestinum Hjörvari. 8 vetra, rauð stjörnóttur. Fallegur hestur, eigulegur hestur eins og ég kalla hann. Ég ekki viss að Real Madrid ítt á hann í ár. Nei. Bara út af meiðslunum í vörninni, sérstaklega. Skulum fara yfir í ensku úrvalsdeildina þegar að Sækir byrja það. alltaf Hafsend. Beyglukompanið og Dóttur fútból Beyglukompanið í Smára lindinni. Tjekki á laxinum þar, tjekki á kalkúnunum. Tjekki á gleðinni. Þetta kláraðist á nýjástag þessi umferð sem var í gangi. Þar sem að Arsenal lagði Brentford og urðaðins annar lið á tímabilinu til að vinna þar á útivelli. Það hins vegar ákveðin svona fíll í herberginu sem kannski hefur ekki mátt ræða hingað til. Það þessi gögn Kelly, þar sem að þú tókst saman síðustu 12 leiki og fengi á þessi 9 mörk og XG mjög lágt. Létur enda Jóhann Már taka þetta saman fyrir mig. Þetta eru 9 mörk á sig úr XG-unu 0,97. Eins og nú erum við með stuttan strák í markinu. Hvað þitt take? Ég bara ekki aðdáandi lítilla markmanni, ég veit ekki það. Ég bara alltaf vilja hafa markmennina mína frekar hávaxna, bara eins og til dæmis Alisson eða Jan Oblak eða Courtois. Við bara ekki miklu meira öryggi með það. Hann er 1,83. Hann er 1,83. Hann hefur ekki verið góður í ár og hann var í fyrra. Bara ég þar. Hann er 4 cm hærri en Auðun Blöndal. Já. Svo einhver bent á í þessum þræði. Þið voru með manni í markinu sem að vann 2 englandsmeistaratitla hjá okkur, eða ekki? Fabian Barthez, hann er 3 cm og heimsmeistari og Evrópumeistari og meistaradeildina. 3 cm minni en David Raya. Áhyggjur, ég vil að meiri áhyggjur af sókninni á Arsenal. Bara Heldur en vörninni. David Raya er búinn að vera algjörlega stórkostlegur á þessu tímabili. Tóku þeir gagnapakka saman. Já, eins og segi, þetta eiginlega rennir frekari stóðum undir hvað Arsenal ámarga gýra inni. Af því að ef leið þessi mörk hætta að lullast í markið, 9 mörk og 0,97 XG, en það er Arsenal einu liði sem er að underperforma XP, sem er expected points, sem er reiknað út frá expected goals, byrja þessi eina lið á top 6 sem er að underperforma XP. Er Arsenal í titilbaráttu? Nei eða já? Já, að sjálfsögðu, hvað meinarðu? Þeir eru 9 stigum frá þessu. Nei, þeir eru ekkert 9 stigum frá þessu. Já, ok, Ætti að gefa þér að Liverpool vinni Everton sem búin að ná í stig á móti Everton, sem eru búin að ná í stig á móti Manchester City, Chelsea, Arsenal. Það er að gefa þér að Liverpool vinni þetta liða. Töpum aldrei. Svo er allavega 7 stig. Já, ok, 7 stig. Hvað er langt sem við tapað með Everton? Ég man það ekki, sko. Jó, bara síðast í maí. Já, bara leiknum fræga, 2-0. Já. En það er á undan, var ekki eitthvað hefi langt? Það er á undan, frábær pæling. Höldum áram að sko... Ég var komið fókusin á blikan í maí. Enda vel. Þú veist, þetta var flottur sigur. Ég meina, mjög góður. Þrátt fyrir allt. Hvað, ertu þá að tala um þetta eina moment sem að þeir fengu snertingu inn í vítategnum hjá Arsenal? Nei, bara David Raya misti boltan og rétt náði einhvern veginn að klangra sig út úr þessu. Þetta var svona ákveðið óryggi yfir þessu öllu. Og þetta var svona ekki... Þetta var ekki til þess að berja sjálfstörustunni í mannskapin. Ég veit svo sem ekki á hvaða leik þú varst að horfa. Ég allavega upplifði þetta aldrei sem eitthvað stress. Ég hugsaði bara leið og Brentford skoraði, hugsaði anskotin. Skoraði á snemma. Það var leið og þeir skoruðu þá hugsaði djöfussis óefnið. Varstu ósáttur við að Hákon skildi ekki að byrja? Já, ég var mjög ósáttur við það. Ég var mjög ósáttur við það. Það sýnir raun og veru bara hversu mikill leikþáttur þetta er út af því að hann meiðist einu sinni í leik. Og þegar illa gengur þá er hann svona duglegri að halda þessu hnýin á sér og svona. Maður hefur séð það. Fer gjarnan niður. Það var 0-0 á móti Brighton og... Hann bara gæti ekki haldið áfram, það er pottur í málið. Hann er hrættu við hann, ég er bara nokkuð pottur við hann. Kannski að því að Kia vil ég fá að vita hver var leikmaður þessara umferðar í enska boltan. Þið með fyrir mig leikmann þessara umferðar? Kemur hann frá Ipswich eða? Því að stjórin er að sjálfsögðu Kieran McKenna hjá Ipswich. Frábær sigur hjá Ipswich Town gegn Chelsea. Chelsea aldeilis gefið harkalega eftir. Finnst þú skrítið að velja ekki eitthvað úr þessu sýningu í Lundunum hjá Liverpool, sko. Salah var frábær, Luis Díaz, Trent, allir geggjaðir. Engin ást fyrir mann sem að hér fær litla Chris Wood. Chris Wood, já, hann var líka flottur. Hann vippaði yfir Pickfordin. Algjörlega. Það er nú ekki erfitt að vippa yfir Pickfordin, hann er ekki fyrst til að gera það. Savage. So savage. Ég meina það er erfitt að taka kannski, þú veist, ég meina, Mo Salah, ef við ætlum að taka einhvern út úr þessu Liverpool-liði,
Samanlega ég var að segja Mósala var Já, bestur. já, Eitt mark 2 assist. Ó, Það gamli er Sala. orðið nokkuð eðlilegt fyrir hann. Ógamli Sala, 33 ára á þessu ári, ég er auðvitað samningslaus og sendi skýrskilabóð eftir leikin. Hvenær verður þetta afgreitt? Janúar. Þetta verður aðgreitt núna næstum bara, hann og Van Dijk. Já. Og hvað á trend fer? Já, ég gæti alveg síða. Þú veist, ég held að sé 50-50 þar. Ég held að hinn sér klárir. Skoðum leikina sem framundan eru. Vonandi haldast allir leikmenn heilir, en ef þeir meiða sig þá er það tort slissabætur. Fólk sem hefur lent í umferðarslissum og slissum, það hefur fengið bætur í gegnum tort slissabætur. Já, Liverpoolið í fyrra hefði nú átt að fá slissabætur í síðasta voru eftir leiki sína gegn Manchester United þegar að rauðu djöflarnir báru eld að tímabili púlarana með því að henda þeim úr bikarnum og svo jafnteflið fræga á Old Trafford sem þýddi það að liðið gat ekki unnið titilinn. Jafntefli En fræga, nú, þú ert að hampa jafntefli. Já, ég er að segja jafnteflið fræga. Segið það ekki mikið um einhverja. Nei. Sáuð í síðustu úrslit samt. Nei, 3-0 Liverpool, 3-0 Liverpool, Við erum í 7-0 Liverpool. Við erum í Þetta er rosalega. audio líka, þú voru að fatta. Já, Ok. ég er að segja, það skiptir eitthvað máli. Ég var að þylja þetta upp líka fyrir fólki. Á, ég gera aftur. Síðast tímabili fór þessi leikur 0-0. Er einhver ástæða til þessi leikur fara ekki 0-0 aftur í ár? Já, þetta, þú veist, Hefur Liverpool farið í Amorín gegnum leik? er ekki búin að hendi í svona einhverja varnarfæðumistöður eins og Erik ten Hag gat gert, sko. Hvað er Hann langt gat síðan að alveg Liverpool hendi í skoraði varnarfæðumistöður. Það er örugglega bara hafna, án gríns. Nei, mútið Nei, Everton í lokin. Þeir skora alltaf. Já, hvernig sjáu þetta fyrir ykkur á sunnundaginn? Þetta er stóru leikurinn. Ég sé þetta nú bara fyrir mér að Manchester United mun liggi vörn og ég vona bara að leikurinn verði þannig að Liverpool muni skora snemma og muni þetta vera leikur einhvern veginn. Þá muni Manchester United færa sig fram ára og þá muni við sjá mörk í þessu, sko. Því annars muni þeir bara liggja. Það er bara eðlilegt, sko. Já. Í stöðunni sem þeir eru núna, sko. Sko, ég er spenntari fyrir mörgum öðrum leikjum en þessum helgina. Já, en hvernig haldið þessi leikur verði? Verður þetta 50-50 eða? Nei. Liverpool á Anfield á móti Manchester United ætti að vera mjög ójöf barátta að þessu staðan er eitthvað núna. Viðurkenndu, þú heldur Manchester United í þessum leik. Að sjálfsögðu ger ég það. Já. Bara af heilum hug, sko. 80-20. Já, ég myndi segja að það væri nokkuð fyrr. En þú veist, ok, síðast tímabil endaði... Það væri gaman að sjá hvernig... Ef við bara segjum hlutina bara nákvæmlega eins og þeir eru, síðast tímabil hjá Liverpool endaði á Old Trafford. Bara ef við segjum hlutina eins og þeir eru. Bikarleikur fræðin. Eftir þetta hrundi allt eftir það. 1-32. Var það ekki Það líka, hrundi allt eftir það. var það ekki líka bara Liverpool voru svolítið, held ég, overperform á tímabili og svo voru rosalega margir meittir? Ég held að það ekkert verið United leikurinn per se eitthvað heldur Var samt nýfur. að það eitthvað brotið á? Já, ég er að segja þetta. Ég held ekki. Ég vona ekki, en ég hrættur það. Ég held að einhvern veginn Mohamed Salah frá Egyptalandi, Luis Díaz frá Kólumbíu, ég held að það eitthvað, þú veist, jafntefli United sé ekki að brjóta þess að gæja, sko. Nei, tapið í byggarnum. Eftir það... Já, nei, ég held ekki. 9-35. En þetta verður allavega að lifa til að sjá þetta, sko. rosalegu leikur. 0-0 í fyrra. Nú er spurning hvort að liðin séu með einhver svör. Já. Það er ótrúlegt hvað þú ert alltaf stór með að hvað eru lélegir, sko. Það er svakalegt, þú nærði einhvern veginn allt í að snúa taflinu þín í hæg, 7 stigum frá falli og Hjörvar er bara með kassan út. Nei, þetta er bara 0-0 í fyrra. Ég verð að respekta það, sko. 50-50 leikur á Anfield. 7 stigum frá falli, -5 í marktölu. Holy hell. Þú veist, verður ég þetta í mass bara því ég verði í 18. sæti og þú verður að rifja bara upp einhverja gamla leiki frá 2014 eða eitthvað. Ég vona að United fari í fallbaráttu. Mér langar svo að upplifa það að þurfa að ná í stiga móti fúlla með þetta. Þetta er eitthvað svona pjúristinn í mér. Þú hefur upplegað með HK mjög lengi. Já, og í fótboltaferðinu minn. Þannig að ég veit alveg að bjarga sér frá falli er alveg skemmtilegt að vinna. Það er nefnilega beautyð við þetta. Barátta er betri en engin barátta. Fyrir leikir helgina, skemmtilegu leikur í hádeginu og laugardaginn, Tottenham Newcastle, þar verður einhver leikurinn, náttúrulega Ange Postecoglou, það er komin hiti á hann. Ég gæti alveg séð að þá Tottenham þeir nennar þessi endalust. Ég ætla að vona það allavega. Ég vona þeir láta hann ekki fara, því að þetta er mjög skemmtilegur fótbolti. Ég meina, með þennan hóp, einhver annar stjóri, ég meina hvaða stjórar eru lausir sem að getur stokkið hann inn, ég meina ég held að alltaf að vera að tjalda til einna nætur. Ange Postecoglou er andlit þessa fíblagangs í dag að þjálfara halda þessi orðni stærri en leikmenn. Þeir eru orðni þannig sko að ég spila ansból, Gunni Birgis ráði nýr þjálfari Gróttu, ég ætla að spila Gunnaból og ég ætla svona ekki að pæli hvernig ég ætla að vinna leikina, ég ætla bara að spila Gunnaból. Þetta er bara fíblagangur. Nei, en þetta er bara fíblagangur. Já, er það ekki fíblagangur hjá þeim sem að réðan? Þeir vissulega hvernig fótbolta hann ætlaði að spila.
Hann har bara spilað hann fótbolta sem líklegast til að ná árangri. Sko ég stiði alveg að spila Sko, ég er ekki alveg Það er sammála. bara fíflagang. Nei, ég er ekki sammála. Með Archie Gray og Dragosín og... Hverjum öðrum á hann að spila? Það er allir þá verður að droppa með liðið. Þá verður að droppa með liðið. Já. Með þá, ég skil þetta ég- með Mikki Van de Ven sem að getur bara hlupið alla upp í heiminum sko. Já, bara En þegar þú fíflagangur. ert með Ég- þá tvo, þá verður einhvern veginn að adjust. Þetta er eina sem ég sammála hefur. Það er þetta með að þegar hálft liðið mitt að þá kannski mögulega breytir eitthvað aðeins. Verður bara að gera það. En með allt liðið heilt þá vil ég að hann Þú spili getur full ekki bara að spila Gunnaból. Heyrðu, Gunnaból, þeir réðu með að því ég spila Gunnaból. Ég meina þetta ég viðkynna Halli, að mörguleiti er þetta oft það sem feldi Klopp sko. Hann spilaði ómikið bara eins Hver er það, segirðu? Jörgen Klopp. Já. Það er bara þjálfarinn á Liverpool sem vann allt galleríð. Sem var með í fyrra. allt galleríð. Austuríkismæður. Já, Austuríkismæður, hann er þjóðveri. En þjóðveri. ég held að það hefði klálega felt hann einhver leiti. Hann vildi alltaf spila nákvæmlega eins, þú veist. Hann gæti aldrei adjusta einhverjum ákveðnum leikmönnum. Og Van Dijk, þú veist, Van Við erum að Dijk. sjá líka hjá Slott. Okkur er Van Dijk miklu betri á Slott heldur en Klopp í fyrra. Já, og við erum Það er bara því hann droppar aðeins. og af hverju Sala er miklu betri á Slott heldur en að væri í fyrra er að því að þeir eru búin að bæta við sóknarmenn í þessu 4-2-3-1 kerfi. Þeir eru búin að bæta við sóknarmenn þannig að svona offloadið á honum þegar svona ánboltans og annað að það er tölvert minna sem þýðir að hann er svona explosivari þegar hann fær boltan. Förum í fleiri leiki Bournemouth, Everton, Aston Villa, Leicester, Crystal Palace, Chelsea, Manchester City, West Ham. Já, verður gaman að vera með Tomma hérna þegar að West Ham vinnar loksins á Etihad-vellinum. Allan það, svo segir hann. Nú dýrlingadir, þeir fá The Bees, Brentford í heimsókn og svo klukkan 17:30. Brentford getur náði fyrsta út úr síðan. Brighton, Arsenal og Arsenal getur minkað munin á toppnum í 3 stig. Já, þá er þetta orðið a scare. Fulham Ipswich klukkan 2, svo er það stórleikurinn Liverpool Manchester United klukkan 16:30. 0-0 í fyrra, hvernig fer í ár, það veit enginn. Stórleikur á mánudaginn líka. Wolves, Nottingham Forest á mánudag. Hvað er Chelsea? Glemdi ég Chelsea? Nei, þeir eru að útileika mútið Crystal Palace. Heyri, það er allt farið til fjandans hjá Maresca. Ja, segi það nú ekki. Já, ég minnast við sáum hennar Ipswich-leik. Já, ég ætla nú bara að fá að segja það. Ég var á Arsenal Ipswich. Þetta er eitthvað lélegasta lið sem ég sé spila á Emirates, þetta Ipswich. Já, og til lukkum 1-0. Já, lélegasta leikur sem ég sé á Arsenal á Emirates. Undirstjórnað þetta. Sko, það að Chelsea hafi tapað fyrir Ipswich-liði finnst mér, það er stórt áhyggjefni. Því að mér finnst þeir ekkert geta. Bara, sorry með Gunnar Samloku vinn minn. Já, en sáum samt liðin svo Luton í fyrra sem mættu. Þeir raðuðu 1,58 XG. En Delap er of góðu senti fyrir Ipswich. Þó hann hafi auðvitað svikið út þessa vítaspyrnu og ég fann alveg til með vinnum mínum sem að halda með Chelsea að hvernig gat var ekki leiðrétt þá vitleysu, er með ólíkindum, en það er náttúrulega fíllinn í þessu herbergi Chelsea mann og það er Jadon Sancho, bara guðminn spilamennskan á þessum drengað undanförnu. Hann svo sem kom inn á í þessum leik en gerði náttúrulega ekki neitt. Hvað er þetta? Hattur á einu manni. Já, Nei, hann kom inn á og hann slökkt í leiknum. Nei, Jú, þú sást ekki leikinn. Nei, ég gerði það ekki. Þannig að þá áttu ekki að segja nei. Nei, en þetta er alltaf mikil einföldun. Þetta er út af mennsplina núna fyrir okkur. Mennsplina, það er þetta svo góður hætta menn. Ég er bara að vera ágætur að það. Já, ég er búin að vera rosa flottur. Bara 5G í 13 leikum. Bara mjög fínt sko. Byrjaði vel. Ég held að geta ekki marga, ég held að geta Joe og Felix út frekar sko. Já, hann fær ekki að spila. Nei, hann kemur stundum inn í liðið og kemur inn á. Gæi sem setti þetta Dortmund-lið og herðarnar á sér í fyrra og fór með allavega í fjandars úrslitaleikin. Guys, ég þarf fókus. Tippmóta. Þetta var epic tip. Með löður. Já, áskrift á þvott, af hverju ekki? Erfitt að koma eftir frænda maður. Hlusti á frænda aftur. Já, hann var rosalegur í tippinu síðan Siggi Sörens. Hér eru tveir kannski aðeins síðri sem ætla að mætast í tippinu núna. Frá Mosó, Gunnar Birgisson. Frá Kópavoginum, Hrafnkell Freyr Ágústsson. Fyrsta umferðin í bestu, afturhalding, Breiðablik afturhalding. Já, förum við þá eftir aðeins. Byrjum þetta. Gunni byrjar, Tottenham, Newcastle. 2-2. 3-3. Bournemouth, Everton. 1-0 Bournemouth. 2-1 Bournemouth. Aston Villa, Leicester. 3-1 Aston Villa. Já, ég ætla bara að segja 2-0 Aston Villa. Crystal Palace, Chelsea. 1-2 Chelsea. Ég ætla að segja 1-1 þarna. Manchester City, West Ham. 2-0 Manchester City. 1-1.
Southampton Brentford. Sást ekki þetta vestamlega móti Liverpool? Já, bara þeir eru svo lélegir City. Southampton Brentford. Sko, Southampton eru svo slappir, sko. 10 metri á Brentford. 1-1, ætla ég að segja. Hvað segirðu? 1-1. 1-1. Ég ætla að segja Brentford harki út 0-1. Já. Brighton, Arsenal. 2-4 Arsenal. 2-4, heldur þú að Arsenal sé að fara að bjóða upp á 6 marka leik? Já. I don't see it. 0-1 Arsenal. 0-1 Arsenal. Þeir hafa alltaf spáð ykkur 6 mörgum með Arsenal leiki. Fulham, Ipswich. Þetta er 3-0 Fulham. Já, ég er bara sama. Þú veist, ég ætla að segja 4-0 bara. Já. Liverpool, Manchester United. 5-0 Liverpool. Já, 4-0 Liverpool. Ok, mánudagur. Wolves, Nottingham Forest. 1-3 Nottingham Forest. Ok, ég ætla í 1-1. 1-1. Takk kærlega báðu tveir fyrir giskin ykkar. QPR Luton líka þannig á mánudaginn. Heldur betur. Ég ætla að taka hann. Já, það er fyrir pjúristana. Mættilega spilar á gerfugrassi á Loftusrót. Er Supercup, ítalska Supercupið, Já. er það spilað í Saudi-Arabíu? Já, Er allavega. það í Saudi? Var það í gær? Já. Já. Ég er ekki Spáni líka spilað á Já, stöðar. Al-Afval. Veisla. Algjör veisla á Ítalíu. Það er nefnilega íslensku tökumæður á leikjanum. Já, Sækja pokann. Höldum áfram. Sækja pókar. Sækja pókan góða. Förum í... Þetta voru árið þar sem við sækjum pókan. Kíkjum aðeins á íslenskan fótbolta með kjarnafæði. Nú er Þorrinn framundan. Stærsta hátíð ársins. Já, ég byrjaði að byrja mig upp og ég er búinn að náttúrulega hendi í súr síðasta vor. Já. Hendi í súr. Súrinn klár, kjarnafæði klárt, fyrsti leikurinn á 9 ári, þessi 9 tímabili í bestildinni verður leikur Breiðabliks og Aftureldingar. Blikar verið duglegir að sækja talent frá Mosó, meðal annars kannski þekktasta Mosó-brósan hérna, hliðin á mér, fengu hann í þjálfun hjá sér. Einmitt. Og fengi síðan leikmenn. Já, ég ætla alla þeirra bestu leikmenn. Hefur þú sótt eitthvað af þessum leikmennum, Gunni? Fyrir Breiðablik? Nei. Þú er ekki verið fenginn, þeir eru ekki nýttir þín svona tengsl þarna. Ég var ekki einu svona neitt milliliður í þegar besti vinnur minn Anton Ari fór hann yfir, sko. Já, þannig að þeir hafa ekkert nýtt þín tengsl þinn. Nei, ekki þannig, sko. Valsmenn byrja á leika á móti Vestra. Vestri yfirleitt slakir í fyrstu umferðunum, þannig að við getum kannski millifært 3 punkta á Valsmennina. KR, alvöru martraðar byrjun KR-inga á þessu tímabili, erfiðir fyrsti leiki sem þeir fá. Fyrstu 3 leikirnir mjög erfiðir á KR. Já, framararnir ósáttu við töfluröðun, 4 af fyrstu 5 leikjunum er allir á heimavelli. Mjög förulegt. Og svo er IBVF einu útileikunum þeirra og verður gerðugrassi þeirra klárt. Nei, ég held að það sé 100% að Sjáum til. Það er alltaf yfiröldum hvort það er að vera lagnir undir eða ekki, sko. Já. Hann Hörður Grettisson heitir hann, ég nefn hann ekki. Hann er frændi Haraldsnæður Jónsson, hann er búinn að vera að tala fyrir þessu. Já. Já, það er Ég ætla rétt að vona að setja í lagnir hann undir. Fram Víkingur IBVF. Já, nýliðarnir byrja í Víkinni. Já. Og svo er það Stjarnan FH, alvöru leikur þarna á Samsung-vellinum góða. Skemmtilegt, það verður gaman að fylgjast með þessu. Er eitthvað að frétta og með allt poppaður út fréttunum hérna og labbaður hérna inn? Já, ég var eitthvað, Lukas Magni, FH var ég að heyra, það var líklegt. Það er frábært tímabil hjá Klansson. Svo er ég að heyra bæði Róbert Dorri og Ísak sé að færa snærblíkunum. Róbert Dorri er ekki verið í Breiðavík. Eða ekki? Með það sem ég heyri núna aftur. Ég heyri fyrst að hann var á leiðin og svo var hann ekki að fara ánga. Hann hefur náttúrulega verið í viðræði við Brýne. Já, sem að voru að fara upp. Uppbyttisklúbb hvers? En sko vandamál Erling Haaland. Það er betri dílar á Íslandi heldur en í Norðurlöndum. Já, allavega í þessari kategóri. þessari, já, top 3. Já. En svo er spurningi bara að þú stertu til í að harka úti til að fá mögulega stóru samningin. Það er styttri leið. Stærri lóki. Svo ég er að pæla í málkel, sko. Artur Ari, hann hefur eitthvað verið að skoða þetta en hann vil held ég vilja vera í Háká. Hann vil vera það sem að fjárhárun er í lagi. Einmitt. Já. Þá Gísli Gotti er á leiðinni í burt frá Víking. Spurningin er í hvaða lið hann fer í Póllandi. Ég myndi halda að eins og staðan sé akkurat núna, þeir hafa verið að fjalla um þetta pólski fjölmiðlar, ég myndi halda að eins og staðan akkurat núna þá sé Lech Poznan líklegasta liðið til þess að Já, ég veit ekki. Ég er ekkert rosalega hrifinn af Póllandi. Við höfum
Böddi fór hana, Lala, Adam fór hana. Já, hann auðvitað verið flottur sko. Ég veit ekki alveg með þetta, ég held sem mögulega svona fyrir ungan stráka einhvern veginn ómikill menningamunur og eitthvað. Transfermarkt segir 400.000 eurur, Víkingar að horfa í eitthvað í kringum 1.000.000 eurur. Já, endan, in the end, 500-600 og svo kannski endar það 1.000.000 eurur. Sko, verður ekki að segjast að, nú var ég einn aðeins sem var ekki alveg samfærum þetta þegar Benoni og hann fóru til Ítalíu. Þeir fóru báðu til Ítalíu, komu heim sem betri leikmenn. Já, Hlynur Freyr Karlsson líka. Já, þannig að Ítalíu tilraunin bara hefnast fínt. Hefur hefnast fínt. Já, bara þeir fá greinlega flotta þjálfurna og kynnast þessu umhverfi og bara koma heim sterkari sko. Vissu að þessi væri svona góður? Nei, ég sé ekki. Ég hafði séðan ekkert í þriðja flokki, ég hafði hann bara upplifur á miðunni, en ekkert eitthvað, þú veist, ég var ekkert eitthvað vá. Hann var í frábærin 2004 árgangi í Breiðablik. Já, en á hverju tóku Blikarnir þá ekki? Við höfum, Óskar sagði það, ekki? Þetta er í 8. skiptið sem þú spyrir með þessu held ég. Og hvað er ástæðan aftur? Ég held að það hafi alveg verið vilji hjá Breiðablik að fá hann, en Víkingur gat bæði bóðunum betri díl held ég og svo bara svona greiðari leiðin á miðsvæðið held ég sko. Ég held að ef þú horfir á miðsvæðið hjá Víkingi á þeim tíma á móti Breiðablik, þá held ég að ungi leikmenn hefur kannski frekar séð haksinn. Pablo Puniet og frábæra leikmenn hjá Breiðablik. Þessi eldri. Já, þetta er ekki öll vitleysan eins. Nei, maður varst ekki með Viktor og Gísla það sem eru svona eins neldir og hættur að vera. Bjóst eitthvað við að Gísli myndi fara í atvinnu með sko? Ekki á þessum tímútið. Nei, það er óvæntir hlutir. En ég skil ekki ekkur þetta er eitthvað bara frábært að hann sé að blómstra sig leikmaður. Nákvæmlega sama hvar sko. Nei, 1M evra. Ég vona hann fari í Hammarby eða Silkeborg. Ég er hefnar af því. 1M evra. Hvað heldur að Breiðablik hafi tekið á bara transferum hjá leikmönnum milli knattspyrnusambanda? En ég er bara mjög ánægður. Sverrir, Jói, Gylfi, þú veist, bara... Ég er mjög ánægður með Kára Árnason eða bara Víking þarna því að, þú veist, þetta er bara peningur sem við vorum að selja á. Hafið þið séð hvað Bútóknost hafa verið að selja á? Ég kom inn á þetta á Twitter daginn, mjög óspennandi að einhverju leiti kannski. Þeir hafa selt gæja fyrir 7 milljónir evra síðustu 3 ár. Þeir seldu gæja til Juve eða ekki? Já, fyrir 2 milljónir evra. Seldu gæja til, held ég, Lens fyrir 2 milljónir evra líka. Sko, allir þessi gæja reyndar hjá Bútóknost hafa reyndar spila landsleiki held. Já, það vegur held ég ansið þungt. Það vegur þungt, við slum fara í aðra fréttir. Einar Á eru vinnerar í íslenskum byggingariðina og hafa gaman að sjá einhver derhúfukóng í viðtali við Magnús Hlyn og segja einhver maður sem á flestu derhúðunar á Íslandi, þetta fann Magnús Hlynur hann og hann var með Wonder Vibes að út allt fyrir aftan sig. Sá maður ætlar virkilega að þrífa upp blettina og ætlar að þrífa upp blettina þá ferðu beint í Einar Á sem er vinner í byggingabransanum á Íslandi. Drengir, bara þessa síðustu daga á þessu árum fyrstu núna, hver eru vinnerar? Já, ég ætla að segja ég sjálfur fyrir hann á 180 og okki í ger í pílunni. Klálega. Fyrstu 100, við erum hérna með þetta hérna á vídeo fyrir þá sem er að horfa hérna. Mosso Brósar hana. Mosso Brósar saman. Elvar og Antonari. Elvar Ásgeis og Antonari. Já, þetta var svakaleg tilfinning. Svakaleg tilfinning. Var þetta? Já, sko. Já, en svo náði ég þessu líka á snappara. Þannig sérðu þetta, 180. Sérðu. Já, en þú hefðir alveg geta bara ítt þessu inn. Nei, já, sko, Antonari og Elvar eru heiðarlegustu menn sem ég þekki, sko. Þau getið hringt í þá. Mosso Brósar. Já. Mosso for life, eins og þú. Já, okkur líkar öllum mjög vel að það, já, það er alveg rétt. Herru, hver var valið Mosfellingur ásins? Það er ekki komið. Það er 9. janúar. Já, það verður spennandi. Þú ert með þetta klárt. 9. janúar. Nei. Hilmar Gunnarsson verður Mosfellingur ásins. Það er kongur, það er algjör kongur. Hann er búinn að lyfta upp sko félagsheimilið í Mosó, Hlekaður. Það er orðið búminn, sko, það voru held ég bara 4 böll þarna bara á milli jól og nýjár, sko, bara á móti Sól og Skím og öll þessi stærstu bönd. Þetta er 2004 eða? Þetta er allt frábært bönd saman á því. Svo, veitu hvað er aðeins á áramótunum? Big Sexy. Já, það er reynda ekki. Er hann ekki úr Mosó? Nei, úr Mosó, býr í Mosó. Hann er náttúrulega frá held ég Ólafsfirði. Hann er frá Ólafsfirði. Er þetta drengir, fleiri vinnar? Michael Long Görvin bara eftir lélt ára komast í úrslitaleikinn, fyrst mér. Og þarna, Sam og Seim Lúk Littler, bara fyrir að vera ógeðslega góður, já. Mo Salah. Mo Salah, já. Fyrir enda árið svona, bara sturlaðar endir. Mo Salah með frábæran endi. Ég sá þetta ekki, ég var út að sprengja en ég heyrði að Bjarni Ben hafi verið á kryddsíld eins og Mo Salah datt í lokin, hann var góður. Eins og Mo Salah á æfingu hjá Hvíta Riddaranum. Hann sagði bara að þetta verið unplayable. Þetta var svakalegt, sá var í gír. Hann var líka bara svolítið svona blandaði að vera kátur en er líka reiður.
Hann var líka, Það var góð málið blanda. þetta voru svo lúmskar sneið hann Mér var bara eins og þið framsvonum með þeim er sem þið elskuðu þetta. var að deila út sneiðum sko. Það gæti- Já, af því að Sigur Ingi var líka mjög góður Já, Já, þetta var heyrið af þessu, en ég eins og ég segi, ég var út að sprengja. Klukkan 2 á Gamlás Já, ég var allan daginn að sprengja. Já. Keypti bara fjölskyldupakka og var allan daginn að sprengja. Heyrðu það lúserar. Ég meina að verður ekki bara að fara í hlutina því að það er nú kannski erfitt fyrir Gunnar Grey og setjum hann ekki í þessu stuð, það var þetta hræðilega áramótasköp. Ég er eitthvað hætti og fór að sprengja. Það var hræðilegt. Mér er svona 2-3 góð atrið mestalagi. Þetta var svona sama teiki, þetta var svona radical left. Já, mér var veistlag, sendibílastöfið, gott grín. Ég man ekki fleira í fljótu bræði. Ég fekk síðan bara fréttir af því inn á chatinu mínu að Siggi Sigurðsson hefði sett Já, það var eiginlega ástæðan fyrir að mér fannst það gott, sko. en annars var þetta algjör hörmung Akkur ég settur í erfiða stöðuna því að þú ert náttúrulega verktæki hjá Ríkisjónvarpinu. Já, en er þetta ekki, ég meina, þetta eru utanakomandi aðeinar sem eru að Já, ég veit, ég vil bara aldrei koma þér inn eitt Nei, takk fyrir það, takk fyrir, ég kann mjög mikið með það og ég meina þú svo þetta var mjög predictable, ég reyndar setti 100 kall á að það þið gert grín af þarna gömlu blokkfastlunum við félaga minn og hann sagði samfélkingi verður ekki snert í þessu áramótasköpi og ég þurfti við því með að ég náði að semja niður skuldina. Það? Já, þegar við föttum það síðan bara eftir 5 minútur taktin í sköpinu að það er ekki gert grín að því. Þannig að ég náði sem svo ofta áður að semja skuldina þess niður. Joseph Sirk segði það ekki lúsir? Sammála því. Jú, hann er lúsir. Rúben Amorín líka. Pæling, segir hann. Ok, er þið með fleiri vinnir og lúsir eftir þetta allt saman? Henduð inn einhverjum tillögum að sparnaðar dæmi fyrir ríki? Nei, ekki hendur. Ég spurði hvort það væri ekki best að taka til í sínum eigin garði og hann að fara þeir í garða hjá nágrannum sínum. Já, það þannig að þeir eru búin að senda inn ykkar tillögur. Til dæmis svo tveir aðstoðamenn ráðherra, er það nauðsynlegt? Já, ég vil hafa 3. Já, ok, já. Ef ég fengi að ráða, það er að segja. Herðu, við slum fara í nei eða já. Og hvar erum við? Við erum hérna, já. Hérna erum við ekki. Erum við hérna? Jú. Heldur betur, nei eða já með I swear. Búm. Held ég. Vá, þetta er svo mikið af spurningum. Nú er ég að vanda mig. Nú þarf ég að muna að gera all comments. Því að Já, gleymið því stundum. Já, ég viðurkenna það oft sé bestu kommentin. Hvernig blandar dóttorinn jólablönduna? Malt fyrst eða appelsín fyrst? Málega er ég farin að kaupa þetta bara tilbúið. Já. Af því að ég treysti mínu fólki í ölgerðinni það vel. Það kann að blanda þetta. Hvað segir þið? Nei eða já? Ég er sama bara, þú veist, ég er ekki að blanda malt og appelsín lengur, sko. Þetta var samt. Þetta er sigurlaust. Ég man að, þú veist, það var oft teknir fundir þetta heima þegar þetta var verið að blanda þetta í gamla daga, sko. Sælar. Hér er spurning, ætti Arsenal meiri möguleika á titli með að reka Arteta og gera Niklas Jóver að aðalþjálfara, spyr Benedikt Óskar, og hún hefur gengið vel með föstu leikatriðin. Nei eða já? Þetta er þreyttasta mýtu. Ef við ekki skilja þessa mýtu eftir í 2020? Ef við ekki skilja henni eftir þar? Það er að spurja. Já, ég segi nei. Hún segir nei. Nei líka frá þér, Kili. Já. Það er nei. Ef Pep yrði rekinn, er hann góð lausn fyrir Arsenal? Ég held að Pep er góð lausn fyrir alla klúba í heiminu, þannig ég segi já. Er hausinn á Salah komin til Parísar? Nei. Ég held að ég bara skrifa undir, sko. Já, skrifa undir bara í byrjun janúar. Ég held að hann vilji það. París fyrir Mo Salah, ég skilja út einhverjum peningum en það er ekkert projektan í París, sko. Nú, hver er uppáhalds kattartegundin hans Kilan, eða já? Ég veit ekki, tegundir og köttum, sko, ég veit ekki hana. Bara húsköturinn. Ég er nú mikill húskötur. Má ég sjá á Amad Diallo betri framtíð í öðru félagi þegar samningur hans rennur út hjá Manchester United. Þetta er Liverpool Kitty yngri flokka þjálfari hjá Breiðablik kallaði Liverpool Kitty. Kitty Sverris, Kitty Sverris, kóngurinn, já, þetta er flott spurning og já. Ekkert endilega, því ég held að hann geti bara orðið svolítið þarna einn af mönnunum sem leiðir þetta áfram. Marcus Rashford er frábær leikmaður. Sko Ásgeir Haukur virðist Spyr ekki geta fundið sig í Það eru margar spurningar. Er Keli búin að senda Kristrúnu sparnaðar á? Nei, ég á það eftir. Svo ég kom inn á það, en ég ætla að gera það. Hentu í einhver góð ráð. Segðu nú sett með plan. Já. I got a plan. Ég er með sparnaðar plan. Þú ert Frank de Boer Íslands. Og þú ert að sjálfstöðu með plan. Tekur Matei Dalmey við hvernig liðið Keflavíkur? Það væri flott ráðning fyrir Keflavík. Er Friðrik Ingi góð ráðning hjá Haukum?
Það verður að koma í ljós. Já, hvað finnst þér? Þú mátt alveg segja hvað þér finnst. Já, ég stíll á hef þetta, svo bara að sem segja alveg það. sagt þetta áður að ég meina, ef þú leggur upp í einhverja vegferð þá hlýtur þú að sjá fyrir þér að það mögulega verði einhverju steinar í götunni einhvers staðar. Þannig að þú getur ekki hætt við vegferðina 3 árum síðar. Mér finnst það mjög En skrítið. á hverju kláruðu ekki Emil Barja? Að því hann er með kvennalið. Hann vill vera þar. Betra lið. Hann hefði getið verið með bæði kannski. Það er ekki hægt Hann lengur. er náttúrulega vinnualki. Það er eiginlega, Hann er vinnualki, hann er enda vinnualki. En það gætu verið einhverjar mögulega rókaringar Friðrik Ingi, þjálfaramálum á svona Íslandi. sipp inn í þetta. Hefur hann ekki vanalega verið bara svona að vinna á þjálfari? Jú, svona Þetta er svona eitthvað yfirleitt. nýtt fyrir Hann honum. alltaf tekur þetta gig hérna fyrir nokkrum árum Já. og svo þetta Keflavíkur kvennagig. Sem er vinna á gig. Já, sem er rosalegt vinna á gig. En hann er satt að mikil orka í Freyka maður. Geggja En málið standa á er honum. að það lið sem að tekur Matadalma verður mjög heppið. Bolli Már spyr til Gela, ertu byrjaðar að fagna sigri í deildinni? Ég þarf að koma ykkur saman, því þú Mati nefnilega, hann er United fantur eins og þú. Ég er ekki byrjaður. En þegar þetta verður komið yfir 10 stigin, komið inn í janúar, februar, þá byrja ég. Er brottför Fabio Vieira ein helsta ástæðan fyrir geturleysi fram á við? Spyr Nei. Sigurður Nei, Kristján. hann hefur ekki einu sinni verið góður í Porto, sko. Ég held að þetta sé bara lélegasta skáting alltaf tíma, sko. Shit. Í miður. Nú, já, það er endalust af spurning. Kemur til greina fyrir liðin í Manchester að gera eins og Vestmanninga fórðum samina liði og stilla frambæri liði. Þetta er gott hjá Bjarka Fannari. Titlanir eru þarna. Það er gaman ef einhver gerðist hérna fyrir nokkrum árum en það gera ekki sko hítið sinn eftir að tapa á móti Njarðvík ef Rúben Amorín myndi skjóti sinn. Já. Ef að Liverpool vinnur í ár, þeir þá búin að jafna 2020, Já, 13-2 í Premier League. Já, Það er staðan. 2020. Já, 13-2 í Premier League. Svansig. En hvað er Arsenal með? Þeir? Hvað er Arsenal með 97. af Englandsmeistaratitlum? Heldur Arsenal? Já. Ertu að minna overall? Já. Já, þú ætti ekki að tala um Premier League Ég- eins og ég- fótbolta að ég- byrja ég- þá sko. ég er premmari. Ég fættist reyndar á svipuðu tíma Ég er premmari. fótbolti að byrja aðra þessu undan. Ég er premmari. Þú ert bremmari. Stundu kallaði premmarinn. Þú með þetta, hvað er búin að vinna þetta á 9 sinum? Ég ætla að fara að vinna. Ég- Eigum við ekki að fara að vinna með þetta? Ég held 11. Hvað eru Blikar ekki með 2 bestaldi titla? 13. Víkingur 1 13. og hvað? Ég held að... Byrju Breiðablik með 2 bestaldi titla, Víkingur 1 og hvað? Ía, KR, Ég held að svona krakka Góð gerpi pæling. eins og þú skilji ekki munin sem að varða á þegar að Premier League var Ég stofnað. skil Ég það held að sé ekki... Kalla Stækkaði. Hrafnkell krakka gerpi. Jú, ég gera 34 ára, þú var að segja að hún heldur gamall á hann. Já, ég get ekki útskýrst það fyrir ykkur okkur. Nei. Þið fattið þetta ekki. Þetta er náttúrulega eitt af því þú veist, þú ert mjög góður að snúa hlutunum þér í hag og þetta er svona Þegar parturinn af því. útlendingarnir mættu í enska boltan, það er gjörbreytist allt. Þetta er svart og hvít. Sem að hefur komið niður á ennska landslíðinu einhverju leitið, ekki? Nei, það er úrslitaleik síðustu Já, 2 EM. núst, ná aldrei að koma Ná sér í aldrei línuna að- einhvern veginn, Nei, skilur. ná aldrei í þessu viljinu. Meðan spánverðarnir eru alltaf hlægjandi. Og virðast ekki ætla að ná því því að Spánverðarnir byrjaði að hlæja 2008, sko. Þeir eru nýbyrjar að hlæja. Já. Það, þú veist. Þannig að sá hlátur. Það var að því að þeir færiðust yfir til Englands. Það er nýr Mikið, hlátur. Nei, Og Barcelona og Real. já, það voru ekkert margir eins og í 2008 liðin sem spilaði Englandi. Sabi. 13 titlar. Kjamalegt. 13 Englandsmeistari til. Já. Jafn mikið á premmarinnir hjá United. Total frá 1800 eitthvað. Jæja. Aldrei fallið. Förum í, jú. Er það ekki? Held ég ekki. Ja, þeir eru allavega með longa spell held ég í Já. efstu deild. Ég held að það sé. En ég held, nei. Nú, Arsenal hafa ekki fallið síðan 1913. Emitt. Longa spell. Já, þannig að þeir hafa svo sannlega fallið. Svo því Einu sé sinni. haldið Já, einu til sinni, sorry. haga. Sorry. Já, I hold my hands high. það er ekki aldrei. Ok, einu sinni. Já. Maður sem hefur aldrei, ef hann hefur gert það einu sinni, þá meikar ekki sens að hann getur sagt að ég hef aldrei. Nei. Nei, ok. Æja. En förum í El Grande með kemi.is. Ég er til að fara í, ég hef aldrei. Ég hef aldrei. Drykkjuleikur fyrir hátegi. Við tökum hann í Dogsonunum morgun. Strákar, það er oft við hæfi svona á árum út að líta öll segi ég. Og ég vona að þið séu mér sammála. Ég ætla að fara yfir bara Ballon d'Or vinnara frá upphafi.
Ballon d'Or, sigurvegarar og Gunnar Birgisson bara byrjar. Við njótum lífsins í leiðinni. Lionel Messi. Já, Stjáni, Cristiano. Bara að kalla hann Stjána. Ha, Þetta er Stjáni. gott, það er gott. Kylian Mbappé. Nei. Ekki um guld. Já, gult, ég vil aðeins halda áfram. Slaka, byrju, ha? Hann hefur ekki unnið. Ok. Aldrei. What? Ég var bara unnið þetta félag bara frá 2014 eða. What? Herðu, Ég for real, bro? ég hef ekki nefnt að fylgjast með þessu. Nei, ekki Af því að- afsaka sig. Nei, ég er ekkert að afsaka mig. Ég mun tapa þessu. Þú aldrei afsaka þekkingarlýsir. Xavi, Xavi. var það í Iniesta sem vann þetta? Já. Já, einmitt. Má sjá. Flott. Settu betan í gang. Upp með betan. Svo, Upp með betan. Fabio Cannavaro. já, ég Hann meina. vann þetta. Hristo Stoichkov vann þetta ekki og Benzema. þetta er svona minn, kannski svona protest við því að Stoichkov hafi aldrei unnið þetta. Hann var í öðru sæti þarna 94 held ég. Er það ekki? Jú, hann var í öðru sæti 1990 og... Og Nei, því Herrason. nei, hann vann þetta 94, svo stóðið sko. Vann Hristo Stoichkov þetta 94? Já, já. Einmitt. Ítt á betan? Á ekki Jónu Sjenstráfnum. Nei, ég vil ekki séns. Ég er hann ekki það miklu ruggli það. Jú, ég get ekki, eins og segi, ég veit að Cristiano Ronaldo og Messi hafa unnið þetta 25 sinnum eða eitthvað. Luka Modric vann þetta líka hana. Einmitt. Ég hefði unnið saman. Já. Kaka. Ronaldo brasilíski. Já. Já, Ronaldo brasilíski. Michel Hann líka. Mögulegur El Grande. Johan Cruyff. Þegar tvö nöfn eru með 95%. Þetta var ekki Michael Owen, var ekki Michael Owen líka? Eitt strákur sem ég veit ekki hvort að þjá náttúrulega bestu þegar þeir voru kannski fæðast. Það er Zidane hinn. Já. Hann var Hann vann Hvað þetta. eru sítan heitin? Nei, Ronaldinho var annar sem var líka býsna góður. Já. En Michael Owen? Já, Michael Owen, já. Ég man hann líka. Svo er strákur sem heitir Roberto Baggio sem var býsna öflur. Fengum hann á George Weah. Hvað endaði Kili? Hann hefur oflega mest verið í öðru seti. Karim Ég Benzema. sagði Karim Benzema hann. Rodri kom ekki heldur. Nei, Rodri var hjá mér, auðvitað. Það fá að byggja þá sem er að hlusta afsökunar á þessu öllu saman. Mikið salt í hausnum á okkar mönnum. Ég skammast mín ekki einu sinni fyrir Kaka, þetta. Það er félagi minn. svona kannski að versta sko. Já, þetta er sagan. Þetta er kannski sigur. Ég held að sé einn maður sem brosandi núna. Hann heitir Ólafur Kristjánsson. Það Sá er kátur. Þegar hann og Heimir Hallgríms gjörsamlega sko görguðu úr hlátri þegar ég sagði að það er stærsti íþróttaviðburður sögunar ef að Messi og Það hefði Ronaldo- verið það. Já, Það er hefði sammála. verið. Já. Og hérna. Klálega. Þeir görguðu úr hlátri. Já, kalla grein. En mér þykir væntu það báða. Stoichkov vann þetta, já. Marko Van Basten vann þetta. Ég hef séð Hristo Stoichkov. Já, hann heldur á hún flott mynd. Já. Og ég hef hitt hann líka. Ég hitt hann á Miami. Já, þú hittir hann á Miami. Ég hitt hann nú bara í Búlgaríu. Já, henni hitt hann í En Miami. er ekki nýju velunin hann sem hann er í Saudi, eru þau ekki... Hvað Þau eru sagði ég? betri vill Ronaldo. Já, þau eru hann heiðalegri. En svo kom í ljós að hann ávist ekkert hlut í þeim, með það ekki? Ég veit ekki. En hann er svona maður heiðarleikans. CRC Investment. Við fengum eina spurningu góð á hann. Herðu. Er Madeira nýja Tenerife? Herri, það eru mjög margir að fara til Madeira, veit ég. Ég veit bara Já, þú getur farið með play Já. til Madeira. Ég veit bara til þess að það er Laxu verið að fara á hann nokkuð oft. Hann veit alveg hvað hann gerir í lífinu, sko. Já. Já, ok. Sko, ok, ég ætla samt að segja síðustu El Grande hjá mér hafa verið algjörlega hörmulegir. Ég ætla að vera betri næst. Þú ert í að... Já, ég ætla að segja bara... Norsku gæjarnir hjá mér, það er bara, ég hef aldrei skammast mín Þú ert mikið á bara, lífsliðinu. ég skildi þetta, það er búið að smita hérna, Hjálmar er náttúrulega bara búin að smita eftir sína framistöður hérna. En sem ég segi bara... Já, það er flottur punkt. Já, do better. Já, ég ætla að do better og ég get alveg viðurkennt það. Dóttar fútból, þakka fyrir sig. Þeir voru frábærir. Ég er í dag, Gunnar Birgisson og Keli. Við heyrum svo aftur á sunnundagskvöldið eftir leik Liverpool og Manchester United. Allt undir Verður þú á þar? Anfield. Ég verð ekki þar, ég verð hér. Já, það er.